Kæru vinir, verið hjartanlega velkomin kirkjun okkar í dag. Það er svolítið þunnskipaður bekkurinn en það er svona á þessum tíma árs. En það er yndislegt að sjá ykkur sem eru komin til okkar og svo er útsending í gangi líka sem er gott að vita af ykkur sem fylgist með. Hjartanlega velkomin einnig til guðsþjónustuna hér. Við erum með það tilkynningar að búðin okkar er komin í sumarfrí, annars er búið að vera starfsemi í versluninni hérna niðri alveg fram á fimmtudag eða fyrradag. En við þurfum að gefa þeim aðeins grið næstu vikurnar. En við skulum hefja stundina með því að syngja sálm nr. 213, Sjá lausnarinn bíður. Og spilið okkar það fer fram svolítið hérna bara í tölvunni. Það var svona Indró sem ætlar að predika til okkur í dag. Hann ætlar að koma og hafa opnunar. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir að fá að koma einnig saman í þínu húsi í dag til tilbeiðslu stundar og við biðjum nærveru ykkar hérna í dag. Vertu með okkur í þessari samveru stundu og öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Í Jesú blessaða nafni, amen. Við tökum upp gjafir að vanda, en það hér fer fram eins og venjulega undanfarið í andirinu, að þar er posi og það er líka hægt að taka við gjöfum í poka, en svo er það líka oft gefnar gjafir á netinu sem kemur fram hér seinna í dagskránni. Hvernig er hægt að standa að því að færa þetta millifæra á netið.
En nú komið að því að við ætlum að lesa ritningaversið og hafa bæn á eftir. En þess að biðja ykkur að rísa á fætur og ritningaversið sem Indró hefur valið er að finna í Jesaja, spádómsbók Jesaja, kapli 66, 18. vers. Ég mun sjálfur koma til að stefna saman öllum þjóðum og tungum og þær munu koma og sjá dýrð mína. Orð Drottins. Skulum biðja saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt til þess að lofa þig og þakka þér fyrir þitt orð sem við heyrum, fyrir þína frelsun sem þú hefur gefið, fyrir það fórn sem þú færðir Jesús Kristur, og þú komst til þessara jarðar til þess að taka þátt í örlögum og kringumstæðum hér í þessum heimi og gefa þitt líf þannig að við mættum lifa. Drottinn, við lofum þig svo innilega fyrir alla þína hjálp og þinn undursamlega, óumræðilega kærleika sem þú hefur auðsýnt okkur. Drottinn, við leggjum okkur í þína hönd, hvert og eitt okkar, að þú þekkir kringumstæður og örlög okkar og þar kringumstæður sem eru hjá hinum og þessum. Drottinn, ég kann ekki að nefna það, en það eru margir sem þurfa sérstaklega á þér að halda, hjálp, stuðning og frá þér sem eingöngu þú getur veitt, með því að þú ert læknirinn, hinn mikli læknir sem getur læknað og líknað og hjálpað og umvafið okkur þínum ástarormum. Við leggjum þessa hluti í þína hönd. Við erum líka að hugsa heims ástandið og við sjáum að það eru ýmislegt sem að gerast í heiminum sem vovæflegt og hræðilegt, og við getum ekkert annað en bara hrópa til þín að þú berir klæði á vopnin, að það linni þeim átökum sem í gangi hér og þar í heiminum. Við leggjum það allt í þína hönd og hrópum til þín að þú komir til að bjarga og til að blessa eins og þú hefur lofað. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Við skulum fá okkur sæti og við ætlum að syngja annan sálm og bara taka vel undir. Það sálmur 430, Elska til þín. Þannig að finna hennar sálm hérna.
Sæl verið þið, allir velkomin. Það er þannig háttað í dag að ég ætla að segja eitthvað smá ferðasögu og sýna ykkur myndir. En til þess að það geti gengið upp þá verði ég að fá myndirnar mínar hérna upp á vegginn. Og ég svolítið farin að ryðga í tæknimálum. Og tæknimaðurinn okkur í dag að gera þetta í fyrsta sinn að senda út. Það sem skiptir máli, herra tæknimaður, er það að mynd af salnum sé í glugganum sem heitir prógram. Og ég held að ef þú startar kynninguna á myndunum mínum að þá ættu þær að koma upp á skjáinn. Eða að færa þær yfir á gluggan sem hinn textin var. En þangað til að þetta getur gerst þá get ég eiginlega ekki byrjað. Þannig við þurfum bara að vera þolinmóð. Já. Er einhver sem kann á þetta sem geti aðstoðað? Við þurfum eiginlega að fella út þessa glærukynningu, þetta slökkva á slideshow þar og opna hitt. Kannski er það bara escape takkin á lyklaborðinu sem getur dugað. Þarna komum við. Og þegar ég held að dugi bara fyrir útsendinguna að við sýnum bara salinn og þú getur bara sýnt vegginn þá. Það er flott. Já, sem sagt ég ætla að segja ykkur ferðasögu. Og sem dugar eiginlega til þess að vera barnasaga, held ég. En ég ætla að passa mig að detta ekki snúrurnar meðan ég er að gera þetta. Og svo kannski kemur smá hugvekja í lokin. En fyrsta mynd, þá bara aðeins til þess að fara yfir landafræðina. Því að við vorum svo lánsum að fá að fara hérna fyrir í vetur. Í ferð til Tansaníu og við ferðumst til Zanzibar og til Mwanza á bakka Viktoríuvatns og fórum svo að skoða þjóðgarðana í miðju landinu þar sem að merkin eru, Serengeti þjóðgarðinn og fleiri stórkostlega staði. En við byrjuðum að ferðast til Mwanza sem er merktur þarna inn og það var margt sem var áhugavert sem við sáum þar og svolítið öðruvísi bílar en við höfum vön, öðruvísi umferðarmenning, stórkostlega skemmtilegt. Ég var alveg gapandi hissa hvernig menn gátu komist af í umferðinni eins og hún var án þess að lenda í stórslysi en komst að þeirri niðurstöðu að í ringulreiðinni allri þá voru allir í góðu skapi og það dugði. Ég sá aldrei neitt steita hnefa í annan bílstjóra. En svona voru bílarnir í Mwanza og sjá þarna myndina til hægri, þeir eru á mótorhjóli mikið og þeir hjóla með svona sólhlíf til þess að skapa skugga. Haldið að myndi einhvern tíma ganga á Íslandi að vera á mótorhjóli með sólhlíf. Það er bara uppskrift á stórslysi held ég. Þannig að ég rak augun í þetta og fannst þetta áhugavert. Þarna sá ég bíl með kunnulegu merki og
þarna skrifað á Swahili. Aðeins ég og þú Jesú, þýðir þetta á Swahili. Annars skilst mér að Erik lesi og tali fullkomna Swahili, þannig að hann geti kannski þýtt þetta betur. Já. Þetta voru fulltrúar okkar. Jæja. En við fórum með samtök sem að styðja hjálparstarf í Moansa og það starf sem þau eru að styðja og ferðalag okkar var til stuðnings því var iðnskóli, þar sem að unga stúlkur læra klæðskeramennsku og þetta eru upp til hópa mæður á táningsaldri eða þær sem eru fórnarlömb ofbeldis og það fá að fara þarna í þennan heimavistarskóla með börnin sín og í 1 ár þá læra þær saumamennsku og svo þegar því lokið þá fá þær stuðning til þess að opna verslun og svona víkjandi örlán og þangað til þær eru búin að koma til sér fæturnar. Og þarna í myndinni til vinstri, það er einn svona verslun sem við heimsóttum og það sem að fyrir nemandi er búin að koma sér upp verslun og þarna myndina til hægri, það er einn ferðafélag okkar að láta mæla sig upp til þess að láta sauma á sig föt í þessum skóla. Og þarna eru stúlkurnar að sauma og eins og þið vitið, sko, á Vesturlöndum þá ef maður yfirleitt ekki vanur að taka myndir af börnum, svona ákveðnum börnum. Ég spurði staðmann, heldur þessi allt í lagi að taka myndir hérna? Og hann sagði, þær eru að bíða eftir að þú gerir það. Svo ég bara tók mig það besta leyfi, takaði myndir en þarna voru þær að sauma. Og svo fundum við þessa skólastofu sem ég fannst áhugavert, tók fyrstu myndin af tómri skólastofu og ég sá að það var strákur út við hurðina að horfa inn og ég spurði hann, viltu vera á mynd? Hann stökk inn og vildi fá að vera á mynd. Viltu vera á mynd með Hebu? Og já, það setti svo saman og svo þegar ég leit aftur til hliðar þá var heill hópur af krökkum yfir gluggan á dyrnar. Ég spurði, vil þið líka vera á mynd? Og ruddist þau öll inn og stilti sér upp svona og vildi fá að vera á mynd með Hebu þarna í skólastofuna. Ég er gaman að því. Og svo fórum við í skóla, þar sem að grunnskóla, þar sem að þessi samtök og reyndar Íslenska ríkið líka og fleiri hjálparsamtök eru bæði að grafa brunna og efla matjurtagarða við þessa skóla svo þetta verði sjálfbært. Og þau stiltu upp gríðarlegri danssýningu fyrir okkur, eins og sést hérna á myndunum, með trumbuslátt og flautuleik og blístri. Það var stórkostlega skemmtilegt. Og ég hélt þetta væri venjulegur skóladagur hjá þeim, en svo áttaði mig á seinna að þau hefðu komið í skólan þennan dag, þetta var frídagur, komið í þennan skóla alla leiðina bara til þess að vera með danssýningu fyrir okkur, þá þetta fann ég til smæða minnar. Og þarna eru þau að dansa og þarna í myndinni til hægri þarna eru verið að svona, og með táknrænum hætti að gróðursetja eitthvað tré í matjurtagarðinu þeirra, en þetta verk er stutt í víðara samhengi en bara stök planta svona. Nú kvöldið það var búið að taka málin af okkur og þess vegna er ég svona glannalegri skyrtu í dag. Uppáhalds skyrta mín, þá fluttuði til okkar fatnað úr þessum skóla og ég vil að segja eins og að ég hef átt betri saumaða skyrtu en þetta er samt uppáhalds skyrta mín og ég tek hana bara fram á tillitugum.
Þetta var gaman. Það var í fallegum fötum frá þessum saumakonum. En svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá Serengeti þjóðgarðinum og það þetta stórkostlega landslag sem maður hefur séð í myndum. Þetta mín fyrsta ferð til Afríku, ég sé þetta í myndum og þetta svo fallegt þetta landslag, þessi gresja með trén sem er svona sérstök og öll dýrin. Maður verður alveg gapandi hissa hvað dýralífið er fjölbreytt og hvað þau eru óhrædd að nálgast ferðamenn að svo gefnu að þeir séu í bílunum sínum og alveg bannað að fara úr bílunum þegar maður ferðast þjóðgarðinn, eðlilega. Og þarna sauðnaut og gírafar og hlébarði upp í tré sem var bara mjög nálægt okkur og þarna eru bílarnir og það sagði okkur fararstjórinn að dýrin eru farin að líta á bílana sem eitt dýr sem að stafar engin hætta af, þannig að þau valla líta upp þegar að bílinn keyrir upp að þeim. En og ég spurði hann, hvað myndi gerast ef ég færi út úr bílnum? Við vorum að skoða ljón. Og hann sagði, þá myndi koma frétt því í BBC á morgun. Ekki vegna þess að þau vilja drepa þau, bara sjá eitthvað ókunnulegt, eitthvað sem að þau þekki ekki og þá er öruggast að drepa það. Já. Og þarna var hún sem að vera að líta eftir því að ég færi ekki út úr bílnum. Passa upp á það. Og við vorum á þeim tíma sem er kallað The Great Migration eða flutningarnir miklu. Það er ástími þar sem að gnýrin, þessi dýr og öll hin dýrin ferðast milli staða á hverju ári til þess að finna vatn og miklu flutningar, stóra hjarðir sem fóru fram hjá okkur af þessum dýrum. Og svo erum við að keyra eitt kvöldið, það fyrir að líða á daginn og hjörðin búin að fara þarna fram hjá okkur með miklum ryk og við sjáum allt í einu einn lítinn gný, kálf, standa einan út á gresjuna og góla út í loftið. Og þegar við keyrðum upp að kálfinum, þá laðist hann svona niður í grasið og leist ekkert á okkur. Og ég hugsa hagnýtt, ég leit strax öxl og sagði við fararstjórann, ég held að það sé alveg pláss fyrir hann hérna í bílnum. Og hann sagði nei. Náttúran verður að sjá dýr sem að verður aðskila frá hjörðinni og bráðum kemur nótt. Og þannig að við erum bara sett okkur við það að keyra burt og nokkrum mínútur seinna, lengra á gresjunni þar sáum við eitt kvendýr standa líka stakt og góla út á gresjuna, leita að kálfinum. Og þá sagði fararstjórinn, náttúran mun þurfa að sjá þetta dýr líka, því nú er að koma nótt. Og hjörðin er bara örugg ef hún stendur saman. Nú, við gistum í tjaldbúðum í Serengeti og ég þarf aðeins að segja ykkur frá því að ég var að búast við að það myndi vera grindverk í kringum tjaldbúðirnar. Því að 3-4 kílómetrum áður en við komum að þeim þá vorum við að horfa á ljón.
ekkert grindverk. Og ég spurði, hvar eru verðirnir? Og sérstaklega ferðafélag okkar sem að gistu í ysta tjaldinu, þau sváfu vist ekki sérlega vel. Það var svolítið vindur og hreyfðist tjaldið og þau voru stanslaust að vakna alveg á nálum. En staðarmenn sögðu okkur, já, ljónin er ekkert að koma hingað. Reynda get ég bætti þeirri sögu að fararstjórinn okkar sagði að einu sinni hefði ljón rifið tjaldið hans í tætlur. Hann var ekki í tjaldinu þá, hann var fjarverandi, að ljónin gerði þetta samt, en hann sagði, ég held þetta hafi samt verið bara ljón sem ég þekki vel og heiti Georg, og hann var bara að skerpa klærnar. En við höfum engar áhyggjur af því. Nema það að við förum með kvöldmat og komum út, það komið myrkur, og ég veit ekki hversu vel það sést á myndinni til hægri, en þegar við komum út þá eru 2-3 sebrahestar við anddyri á tjaldinu okkar. Allt í einu þarna í nóttinni. Ég held að það hef ekki verið ég, því ég tala ekki saman tungumál og sebrahesti, ég held að það hef verið staðamaður sem sagði svona við, huss, komum ykkur burt. Og þá fóruðu þau burt, en ekki lengri en þetta, það sést þarna í myrkrinu, sebrahesturinn, hann er eitthvað að tyggja gras. Við tókum þetta hepu fyrir fram með sebrahestin. Og ég mátti til með að spyrja, hvað eru sebrahestirnar að gera hérna í tjaldbúðinu? Já, þau eru ekki svo vitlaus. Þau vita það að ljónin halda sig fjarri mannfólkinu, tjaldbúðinu, þeir líst ekki á þetta. Hér er öruggt svæði. Og ég get upplýst ykkur um það að á nóttunum, eftir að búið að slökkva ljósin í tjaldinu, þá er það þannig að maður heyrir sebrahesta hlaupa fram og tilbaka og gelta út í náttmyrkrið. Og maður velti fyrir þess að maður liggur í rúminu, undan hverju eru þau að hlaupa og á hverju gelta þau, á hverju standa þau ekki kyrr. Ég veit ekkert svar við þeirri spurningu. En eftir við vorum búin að skoða Serengeti þjóðgarðinn, þá fórum við í annan þjóðgarð sem heitir Ngorongoro, og nafnið er dregið af því hljóði sem kemur af kúabjöllum Masai-manna. Og þetta er askja, svipað eins og askjan okkar hérna upp á hálendi, stór gígur nema mun stærri, stærsta askja í heimi, hún er 600 metra djúp og 260 ferkílómetra stærð. Og ég sýni ykkur þessa mynd því mér langar endilega til að sýna ykkur mynd af fararstjóra okkar sem krýpur þarna. Hann heitir Moses og hann var búin að vera að keyra þjóðgarðinn í 35 ár. Og hann stanslaust allan tímann að vera að kenna okkur allt um dýrin. Og ef hann var hræddur um það að við höfðum ekki heyrt eða skilið nafnið, þá endurtók það hvað eftir og í annað og sýndi okkur svo í bók hvað það hét sem við myndum örugglega að læra. Það var alveg kennslustund. En hann kenndi okkur, Móses kenndi okkur, að hvert dýr á gresjunni hefur sérstaka hæfileika. Gnýrin til dæmis hefur sérstakt lag á að finna vatn og hvar og hvenær mun rigna. Sebrahesturinn hefur sérstaklega góða sjón. Antilópur eru næmar fyrir nærveru rándýra. Fuglarnir losa önnur dýr við sníkjudýr og gera þeim líka viðvart hættur. Og svona þuldi hann stöðugt fróðleika sem hann hefði lært á þessum starfsferli sínum sem leiðsögumaður. Og við fórum ofan í þessa öskju og einhver sagði að það væri eitthvað líkt með landslaginu og íslensku landslagi nema 10-15 gráðum hlýrra, meiri gróður. Kannski má það vera, það sé eitthvað líkt með íslensku landslagi. Og svo á einhverjum tímapunkti þá hrópar leiðsögumaðurinn ljón, ljón, og það er ljón í fjarska. Ég er með langa linsu tilbúin með þetta og ég á heila seríu af myndum af þessu ljóni og langt í burtu því ég var svo spenntur að sjá þetta ljón. Svo kom alltaf nær og nær
og ég lagði bara myndavélina frá mér og dró bara upp símann því að ljónið kom svona alveg upp að bílnum, fór í skugga að kæla sig í skuggan af bílnum sem var fyrir framan okkur og þarna Heba að fylgjast með því út opinn glugga. Það var þurfti ekki aðdráttarlinsu. Það er talið mögulegt að það hefði verið gnýrin sem væri alltaf að leita góðu vatnsbóli sem hafi fyrst dýranna gengið yfir fjallgarðinn sem umhverfis Ngorongoro. Hin fylgdu smám saman á eftir. Kannski fóru einhver þeirra aftur tilbaka, en fjöldi þeirra hefur nú sest varanlega að í þessum dal, þessum 265 km dal, sem umlukinn fjallgarði. Þarna þéttasta byggð ljóna í heiminum. Þarna eru fílar, sauðnaut, sebrahestar, flóðhestar og þannig mætti endalaust telja. Með einhverju móti hafi þessi forfeður íbúana í Ngorongoro-dalnum komist yfir fjallgarðinn nema impalahjörturinn og gírafar. Ég veit ekkert á hverju impalahjörturinn ekki þarna talinn, en menn telja að gírafar hafi líklega verið með of langa fótleggi til þess að fara í þessa fjallgöngu og komast niður brekkuna. Og reynda krókódíll líka, það er engin krókódíll í dalnum, kannski var hann of stuttafætur. Eða bara ekki nefnt í fjallgöngu. En að öðru leyti lifa dýrin þarna, öll dýr svæðisins, þarna í jafnvægi og jafnvel í samvinnu. Samfélagssáttmáli Gresjunnar nær jafnvel svo langt að þarna sjástu að hlaupa Gnýrin, hann eitthvað að færa sér til millistað. Sjáðu fuglana hvernig þeim er svo gaman að vera nálægt því að Gnýrin þyrlir upp jarðveginum og þá berskjaldast einhver skordýr. Og sebrahesturinn að drekka og alltaf fuglar í kring að skipta sér af eitthvað, njóta gæðana og alls konar dýr saman. Og samfélagssáttmálinn Gresjunnar, hann nær jafnvel svo langt að það er eitt fallegt stöðuvatn sem þið sjáu þarna, það sem er svona bílaplan og stoppustöð fyrir ferðamenn, snyrting og svona eftir langan bíltúr. Og þarna stoppa allir og borða nestið sitt. Fara úr bílunum sem er annars harðbannað. Og enn og aftur stóð ég þarna og horfði aðeins í kringum mig. Hvað er girðingin? Já, vertu bara rólegur. Ljónin hafa vitað og kom ekki hingað. Þeim líkar ekkert mennina. Ég hef bara treyst. En passaðu þig á flóðhestunum. Þeir eru í vatninu. Og hérna á myndinni sjáu þið þennan mann, þennan sköllótta feitlagna mann þarna. Hann var nýbúinn að heyra flóðhestana og í hans huga var þetta mátuleg fjarlægð frá vatninu, örugg fjarlægð, þannig að flóðhestarnir myndi ekki komast skyndilega upp og bíta hann. Hann mat stöðuna sem slíka, en þið sjáu hvað hann heldur fast utan með öxlunum á konuna sína til þess að hún hlaupi ekki burt, því að hún var ekki alveg viss að mat hans var rétt. En þannig var það. Einn ferðafélagi okkar, hann hafði talað alla ferðina sér langa eftir að sjá nashyrning og við höfum engan séð. Síðasta daginn þá hrópar allt í einu
Leiðsögumaður, nashyrningur. Og allir teygðu sig til að skima út á gresjuna. Og einhver sagði, þetta ekki bara annað sauðnaut? Nei, hann stendur þarna grafkyrr. Svo snýr hann sig við, svo ekki var að villast. Þetta nashyrningur. Og þá vöknuðu hjá mér alls konar spurningar. Á hverju hann einsamall? Hvað eru margir nashyrningar í þjóðgarðinum? Og svarið var, hann kann betur við sig einsamall. Það eru einhver tugi nashyrningar í þjóðgarðinum og þau eru öll með GPS-tæki, þannig að þetta fylgjast með þeim öllum og passa upp á þau, að þau séu vel talin og vel séð fyrir þeim, þannig lagað. En þeim fer fækkandi. Og þá kemur auðvitað spurning Íslendings, á hverju fer þeim fækkandi eða svona vel passað upp á þau? Og þau geta staðið þarna á gresjuna einsumur og tuggið gras. Þá kom svarið frá leiðsögumann okkar, kannski bara tími þeirra liðin. Þeir eru fulltrúar liðins tíma risaeðlanna. Þeir hafa lifað gegnum aldirnar vegna þess að þeir geta nánast borða hvaða plöntu sem er, en samt fækka þeim núna. Síðan ég kom heim frá Tansaníu hef ég hugsað mikið það sem ég læriði. Ég læriði að það getur verið gott að skiptast á verðmætum við ókunnugt fólk í ókunnugu landi. Ég styrkti skóla fyrir mæður á táningsaldri en fékk í staðinn dýrindi skyrtu. Ég styrkti gróðursetningu nytjajurta í grunnskóla og fékk í staðinn yndislega danssýningu. Og þetta er mér ógleymanlegt verðmæti. Ég sá hvernig dýrin á gresinu lifa saman í jafnvægi og ég sá nashyrninginn. Og ég hef hugsað mikið nashyrninginn síðan ég kom heim. Nashyrningurinn stendur einn óhaggaður einhyrningur út á sléttunni, tyggur og heldur sig fjarri öðrum dýrum af sömu tegund. Hann ferðast ekki í jörð. Hann er fulltrúi liðins tíma. En nashyrningur eins og hnöttóttur karlmaður á sjötugsaldri sem vill helst aldrei láta koma sér á óvart. Eða gæti verið að nashyrningur sé eins og 150 ára gömul kirkjudeild sem er orðin settleg og föst í hefðum sínum. Við sem kirkja stöndum oft óhögguð í sporum okkar. Breytum helst litlu. Við skiptum ekki skoðun. Höldum okkur helst frá öðrum hjörðum sem líða fram hjá okkur í gresjunni. Við rekjumst ekki í hjörð. Og okkur fer fækkandi í þessum heimshluta minnstakosti. Erum við fulltrúar liðins tíma? Í Biblíunni lesum við mikilvægi þess að eiga samfélag. Í 1. Kórinthubréfi 12:26 og ef einn limur þjáist, þá þjáist allir limirnir með honum. Ef einn limur er heill, þá gleðjast allir limirnir með honum. Einn líkami, ein heild. Það verið tilstöðulega tengsla og samvinnu sem við lifum af. Í Rómverjabréfi 12:15 segir, gleðjist með þeim sem gleðjast og gráti með þeim sem gráta. Að deila gleði og sorg. Þetta er henni grundvallar þáttu þess að vera mennsk, að sýna samkennd. Og í Rutabók, það er þessu velþekktu orð sem Móabítakonan beindi að hebresku tengdamóður sína. Reyndi ekki að telja mig á að yfirgefa þig og hverfa frá þér, því að hvert sem þú ferð þangað fer ég, og hvað sem þú náttar, það náttar ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn Guð er minn Guð. Það sem þú deyrir, það dey ég og það vil ég verða grafinn. Drottinn gjaldi mig nú og framvegis ef annað en dauðinn aðskilur okkur.
Rut var tilbúin til þess að vera samferðamaður tengdamóður sinnar. Og þessi mikilvægari er, Naomi var tilbúin til að taka móti þess að útrétta hendi Rutar. Og sko merkileg saga í Rutabók. Mér finnst stundum að fréttamiðlar og orðræða samtímans séu markviss árás á samkennd. Heilar þjóðir eru gerðar ómennskar í umræðinni. Útlendingar eru sagðir hafa illt eitt í huga. Óbreyttu borgarar eru myrtir einungis vegna þess að þarf að rýma landskíkja fyrir einhver aðra. En boðskapur Biblíunnar er innifelandi og ætlaður öllum þjóðum og öllum kynþáttum. Og Biblían, hún kallar stöðulega á að við sýnum samkennd og virðingu. Í góðu samfélagi myndast traust, virðing og kærleiki. Í samvinnu getum við notið góðs af styrkleikum hvers annars. Samfélagið gefur okkur sjálfum tækifæri til þess að umbreytast og aðlagast. En sem nasetningar stöndum við óhögguð og óbreytt. Við verum einræn og þorum ekki endurskoða heimsmynd okkar. Þorum ekki að stíga skref í átt að jafnrétti kynjanna og hvað þá minnihlutahópa sem eru umhverfis okkur. Í vanmætti eigin heimsmyndar tortryggjum við allt sem er öðruvísi. Svo loks verðum við fulltrúa liðins tíma. Ég vil frekar vera eins og sebrahestur. Ritningin er alltaf að hvetja okkur til þess að taka smá áhættu og leita því sem er betra og að handan. Abraham ferðaðist frá heimalandi sínu til Kanaan. Móses lagði í óvissuferð út í eyðimörkina frá öryggi Egyptalands. Og okkur er alltaf kennt að horfa til einhver sem er betra, til nýrra Jerúsalem jafnvel. Eitthvað annað en það sem við þekkjum. Stundum finnst okkur Gamla testamenti lýsa þjóðernis og einangrunarhyggju, en það er svo góðir þessi lokakaflar í Jesaja sem er í glasa áðan, þar sem spámaðurinn, hann lýsir áformum Guðs fyrir mannkynið. Ég mun sjálfur koma til að stefna saman öllum þjóðum og tungum. Og það mun koma og sjá dýr mína. Einhver í ferðinni spurði, hvort er sebrahesturinn hvítur með svörtum röndum eða svartur með hvítar röndur? Kannski er það einmitt í þessu sem galdur sebrahestins liggur. Hann er vissulega röndóttur, hann er hvorki svartur né hvítur. Ég komst að því að hann gelti skringilega næturlagi, en ég komst líka að því að hann er tilbúin að taka smá áhættu. Nálgast tjaldbúðir mannfólksins, ferðast yfir fjallgarð, ef maður fréttir af góðu vatni. Hann elti gnýinn þegar hann hefur gefið vísbendingum að eitthvað gott sé að handan. Og þetta er þá erindi mitt og áskorun til ykkar í dag. Að hugsa aðeins þetta sérkennilega röndótta dýr. Og hvað það er sem gerir það og öll hin dýrin merkileg og einstök. Við búum í fjölbreyttu og litríku samfélagi, alls mannkynsins. Og það er áform Guðs að sýna öllum þjóðum og öllum tungum dýr sína. Hugsun líka aðeins í dag nasetningin. Hugsun í dag sebrahestin og öll hin ólíku dýrin sem að lifa af og dafna saman og í samvinnu út á gresjunni. Takk fyrir.
Takk Indró, takk innilega. Spennandi saga og merkilegt sem þú kemur með hér að boðskap. Mér langar til þess að við syngjum lokasálminn og hann Ég elska þig Jesús, númer 343. Það var bara að þakka fyrir komuna, að þið komið hér í dag. Yndislegt að sjá ykkur og Guð bless ykkur á komandi viku og dögum og leiði ykkur og njótið saman. Við ætlum að koma hér inn og borða á eftir. Verið hjartanlega velkomin. En áður ætlar Indró að vera með blessunarorðin fyrir okkur. Við ykkur að rísa úr sætum, þessa blessunarorð úr Júdasarbréfi. En Guði sem megnar að varðveita yður frá hrösum og látið þau koma fram fyrir dyr sína lítalaus í fögnuði. Einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald frá alda öðli, nú og allar aldir. Amen.